Hvað væri Lína Langsokkur án herra Níels, Tomma og Önnu? Geturðu ímyndað þér víti í Vestmannaeyjum án fótbolta? Og hvernig væri eiginlega Star Wars ef hún gerðist á miðöldum? Væri þá bara Rey og Kylo Ren að drepa mann og annan með víkingasverðum? Það gæti reynda mögulega verið dálítið flott. Allar sögur gerast í einhverju umhverfi sem hluti af sögunni. Í öllum sögum eru persónur sem heilla mann, já eða pirra, og allar sögur gerast á einhverjum tíma sem hefur áhrif á það sem getur gerst og gerist. Í þessu myndbandi ætlum við að líta nánar á bókmenntahugtökin umhverfi, sögusvið, persónur og tíma. Umhverfi er í stuttu máli hvar saga gerist. En það er meira sem kemur til. Með umhverfi er nefnilega ekki bara átt við staðsetningu sögu, heldur líka aðstæður sem hafa áhrif á hana og persónur hennar. Til dæmis félagslegar og menningarlegar aðstæður. Tökum dæmi. Víti í Vestmannaeyjum gerist í nútímanum á Íslandi, nánar tiltekið í Reykjavík og í Vestmannaeyjum, en fótboltamenningin setur gríðarlega stóran svip á söguna. Hún væri allt öðruvísi ef fótboltinn væri ekki hluti af henni. Eins skipta félagslegar aðstæður máli. Harry Potter er til að mynda munaðarlaus en á peninga, á meðan besti vinur hans, Ron, er fátækur en á stóra fjölskyldu. Og það litar samband þeirra og hefur áhrif á söguna. Þannig þurfum við að hafa þetta allt í huga þegar við lýsum umhverfi sögu. Einnig þegar við skrifum sögu sjálf. Stundum er gott að hugsa, ef ég væri að setja þessa sögu á svið, hvað þyrfti ég sviðsmyndina? Hvernig leikmynd og búninga? Enda er orðið sögusvið oft notað í stað umhverfis, en oftast er átt við sama hlutin. Persónur sögu eru auðvitað algjörlega nauðsynlegar. Án þeirra væru sögur, frekar óspennandi og ópersónulegar. Persónur skiptast í aðalpersónur og aukapersónur. Aðalpersóna sögu er persóna sem skiptir mestu máli, mest er fjallað og sagan gæti í rauninni ekki verið án. Lína Langsokkur gæti hreinlega ekki verið án Línu, augljóslega, en Lína þarf líka að hafa sínar aukapersónur. Aukapersónur varpa nefnilega ljósi á aðalpersónurnar og geta haft mikil áhrif á söguþráðinn. Tommi og Anna, aukapersónurnar í Línu Langsokk, eru prúð og stillt börn sem greiða sér á morgnana og krumpa helst aldrei fötin sín, fara eftir öllum reglum. Þannig eru þau algjörar andstæður Línu sem fer ekki eftir neinum reglum. Á þann hátt hjálpa þessar aukapersónur til við að draga fram alla skemmtilegu persónu eiginleika Línu og leið boðskap sögunar. Gott er að veita athygli hvernig persónum er lýst. Stundum er þeim lýst beint og sögumaður gefur þá upp upplýsingar til dæmis útlit eða framkomu án þess að fara neitt í kringum hlutina. Það gæti til dæmis staðið, Lína var rík, fjörug og ótrúlega sterk. Hins vegar gæti sögumaður einnig lýst Línu óbeint, með því að segja frá einhverju sem hún gerir, segir sjálf eða hvern hún kemur fram við aðra. Lína kom að ræningjónum þar sem þeir gláftu á gullkistuna hennar og lyfti þeim upp yfir höfuð á sér, hvor í sinni höndinni, og hló hressilega. Þarna fengum við sömu upplýsingar Línu í gegnum framkomu hennar. Mikilvægt er að fylgjast með hvað tímanum líður þegar saga er lesin. Þá er ég ekki að tala hversu lengi þið eru að lesa, það skiptir engu máli. Takið ykkur bara þann tíma sem þið þurfið. Nei, ég er að tala tíman sem líður í bókinni. Algengast er að tíminn líði samkvæmt klukku eða dagatali, en stundum er nefnilega að flakka fram og tilbaka í tíma. Við tölum innri tíma þegar við eigum við tíman sem líður í sögunni, en ytri tíma þegar við meinum ártal eða ónákvæmri sögutíma. Hvenær saga gerist. Innri tími stjörnustríðs, geimgengill Rís, Star Wars, Rise of Skywalker, er 1 ár og ytri tíminn árið 35 eftir baráttunum Yavin, einnig þekkt sem árið 3312 samkvæmt Lothal-dagatalinu eða árið 8012 samkvæmt CRC-dagatalinu. Las ég á einhverju stór hættulegri nördasíðu. Við gætum líka bara sagt, ytri tíminn er í framtíðinni. Og þar höfum við það.
Nú vitum við hvernig við að tala bókmenntahugtökin umhverfi, sögusvið, persónur og tíma í sögu. Munum bara að bókmenntahugtök eru tæki sem við notum til að skilja og greina bókmenntir, en aðalatriðið að mynda sér sjálfstæða skoðun á textanum. Það í raun að vera læs. En þá gott að geta gripið í hugtökin til að rökstyðja túlkun sína.